Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Umferð 2 hefst hérna í kvöld. Við náttúrulega vorum að horfa á æsi spennandi bara leiki í senustu viku og núna, já verði að segja að það eiginlega bara meira spennandi leiki núna í umferð 2. Já, heldur betur. Ég svo sérstaklega daginn í dag, það er banger í kvöld, sko. Já, árunni fyrir lengra og skulum við bara tjekka rakliðis á dagskrá kvöldsins og kannski bara vikunar, þannig að við getum séð það örlítið svona fram því að við völdum alvöru leik í kvöld. Það er Þór Höttur og það er rosaleg viðureign því að þetta eru lið sem að við spáðum í fyrsta sæti og þriðja sæti, Jón. Heldur betur. Heldur betur. Það er nákvæmlega þannig og þú veist, við erum búin að vera dálítið spenntir fyrir þessu að sjá fyrir hvernig þetta mun spilast og það er mjög spennandi. Leikur sem er í gangi akkurat núna hins vegar er IA Dusty og staðan er 7-1 Dusty í vil og síðan á sama tíma og Þór Höttur er í gangi þá er Vega Ravík á Ravík þróttir 2 rásinni. Það getur verið leikur sem að fyrir alltaf í 3 upp. Já, bara eiginlega 95%. Veistu, það gæti alveg verið að Vega eigi mögulega einhverju vandræði með Ravík því að við sáum á móti Hetti að, já, við vissum það reyndar fyrir að Ravík eru að skjóta frá sér. Já, allavega einu mappi. Allavega einu mappi, vissulega. Nei, þeir voru alveg góður í Anubis á móti Hetti. Já, þeir áttu alveg, þeir áttu smá break. Já. En það var gaman að sjá hvernig úrslitin í Vega Ravík verður eftir þetta kvöld. Já. Viltu spá fyrir það? Við erum ekki fara að snerta á þessum leik eitthvað sérstaklega? Nei, en ég ætla að sko, það er 2-0. Vega Ravík, það... Bjarni er alveg karri, sko. 2-1 Vega. 2-1 Vega? Já. Það er svona í takt við það sem að við megum búast við þannig séð Ravík nýri deildinni Vega. Já, þrátt fyrir að logoið sé nýtt, þá er kjarninn hinn sami. Já, það er svoleiðis. En síðan á 5. þá sjáum við Ármann Kano og off-stream verður síðan Venus Saga. Og já, ég meina það verður skemmtilegur leikur sem við horfum á þar og síðan fáum við vonandi að sjá eitthvað skemmtilegt frá Venus sem var náttúrulega, já, skellt alveg harkalega af Dust í senastu umferð. Ó já, bara, ég man varla eftir öðru eins, en svona, sláum það á borðinu og sjáum hvort við fáum ekki smá fætt hérna á milli Venus og Saga. Já. Ég held að þetta sé leikur sem að segja svolítið til Hvar við höfum Venus? Já. Því að við spáum þeim alveg í deadlast og það verður bara að segjast að já, við vonumst eftir einhverju betri framistöðu en það og vonandi náður að halda sér í umspilsæti. Já. En allavega, þá er það máli málana. Það er Þór á móti Hetti og, nei, ég er að gleyma einu. Það er stöðutaflan, Jón. Það er einu umferð búinn, þannig að við fáum að sjá stöðuna á hvernig hlutinir eru búin að spilast út. Dusty með 23 ránd í pluss. Þeir náðu ansi vel að spila sig í pluss hérna á móti Venus sem að sitja á botninum og síðan getum við í rauninni bara talið upp. Það er Höttur sem vann sinnileik, Ármann Vega og Þór unnu sína leiki og það eru 2 stig í boði. Þú getur max fengið plus 26 eftir eina viðureign sem að segja til hversu mikið dominans þessi leikur var. Já, þeir unnu 3 ránd total, Venus, þar að segja, sem að er, já, bara eins og það er arfaslaft. Já, það er bara svoleiðis. Ravík að sjálfsögðu unnu mapp á móti Hetti en Höttur gerði mjög vel í 1% mappinu sinu sem þeir unnu 13-1 og þar að leiðandi með ansi mörg pluss stig þarna eins og við sjáum hérna. Já, heldur betur. Já, Ravík þar að segja með mörg mínus hérna sem ég skilur þetta ekki alveg en einhverjir klárar en ég greinilega voru að reikna þetta. En það er bara eins og það er. Illt í hausinn. Illt í hausinn. Það vantar á að vera plus 17 á Hött, plus 6 á Ármann og plus 5 á Vega. Já. Það ekki? Þetta eitthvað þáttina. Sko, ég nenni valla, sko, eins stórt og þetta var hérna 23 og 23, þá er það eina í rauninni sem að ég ætla að taka marka á þannig til í endan þegar við förum í eitthvað plus-mínus. Og innbyrðisverðinu og eitthvað, þú veist, fyrst við förum bara að sópa þetta borðinu, við erum að fara að tala Þór á móti Hetti. Hött.
Já. Nei. Jú. Hött. Já. Þór á móti Hött. Þór á móti Hött. Ok. Þór á móti Hött. Já. Flott. Já. Ég hafði rétt fyrir mér. Örugglega. Já, segjum það bara. Hlýtur Til að byrja allan á bara Þór. Liði sem við erum búin að spá báðir í frakkinu. Já. Fyrsta sæti Yes, í þessari deild akkurat núna sem að er í gangi. 9 umferðir, byrjaði upp og ofan, tapa mappi Dust 2 á móti Sögu í seinustu umferð sem við vorum að sjá líka. Sáum við einhverja veikleika þarna því að þeim var skellt í Dust 2? Nei, þú veist, ekki þannig. Ekkert sem ég ætla að taka með sérstaklega núna, þú veist, mér finnst þetta ekkert vera defining strax. Ég held ekki allavega, en þú veist, ég held að þetta sé, sko, þessi umferð er svona defining umferðin hvernig þetta mun spilast út að ég held, þessi og næsta. Já, fáum Þórsliði bara upp á skjáin svona snöggast til að fólk geti kynnst liðinu því að, já, hérna eru þeir, mismunandi Anguls og allir flottir þarna. Dabbi, Alle, Pandas, Peter og Rafle. Þarna kemur Alle inn í staðin fyrir Tony og þetta, Jón, þetta er ekki beint maður í mann stað því að Tony er allt öðruvísi spilar en Alle. Já, þetta, ég held að þetta setur rólsinn í þessu liði svolítið á hvolf. Sérstaklega Alla inn fyrir Tony af öllum, sko. Já, sko, ef ég myndi láta Alla inn fyrir einhvern þarna, þá væri það eða Dabba út af því að Alle er ekkert að vappa hjá mikið og hann gerði í CSGO. Nei, hún finnst það óþægilegt í CS2. Það er bara eins og svo mörgum öðrum öppum. En ég veit ekki, ég held að Alle sé svona odd one out og sé ákveðið wildcard, sko. Ég held að Dabbi sé meira, jú, ég getur þetta. Meira 1 fyrir 1. Já. En þarna, til að svona aðeins tala um fyrsta leikin, við erum náttúrulega komnir dálítið, við erum komnir stutt inn í leiktíðina. Það sem við sáum móti Sögu, liðinu sem við spáðum í 4. sæti og núna erum við að fara að mæta 3. sætinu. Vinna náttúrulega, kannski, ég ætla að segja samfarandi 2-1. Því tapa Dust 2 en hinn 2 möppin voru bara ágæt, sáum góða hluti, Söguliða sjálfsög ekki til að leika sig við, en fá síðan, ég myndi segja level up. Þú veist, þarna eru þeir að fara að mæta mjög góðu liði. Já, ég sammálaði þar. Þetta verður gaman að sjá líka bara hvernig þetta line-up, eins og þetta er núna, hvernig það mun spila saman og sérstaklega á móti þá sterkur liði Hattar. Sko, þetta er alltaf að koma. Þú sagði þetta eins og ég sagði þetta? Nei, ég sagði þetta bara rétt eins og ég myndi gera. Já, ég myndi. Tölum örlítið samt leikmannabreitinguna. Alle kemur inn í line-upið. Hverju megum við búast við þegar Alle komin í line-upið út af því að Tony náttúrulega fer út og við tölum hann sem svona meira akkurisleikmann sem að, já, við sáum til dæmis Núk í þessu 3K þegar hann er upp í Öts og tekur 3K, bjargar rándinu. Er þetta eitthvað svona svipaði spilastíl og við eigum eftir að sjá frá Alla? Nei, alls ekki, sko. Þú veist, Alle er svona annarkvæmst til hann on eða off. Það er engin svona millivör á hann, sko. Engin. Hann er bara góður eða liðlegur. Og já, vonandi verður hann góður hinn í dag fyrir Þór því að þeir eru að fara að mæta virkilega sterkur liði. Og, þú veist, það reyndar eitt þægilegt með Alla. Ef hún líður eitthvað illa á apparum, getur Alle alltaf að hoppa á hann. Gott á nefni Rafle út af því að ég valdi hann sem toppmann Tomma í kvöld því að við sáum frábæra hluti frá honum á móti Sögu og þetta er bara eins og við vorum að tala í podcastinu, þetta er allt annað leikmaður heldur en við sáum hjá Dusty. Það er eins og hann hafi verið keðjaður niður hjá Dusty og núna fær hann bara að break free, gera það sem hann vill og það lítur frábælega út. Já, algjörlega. Þetta er svona við vitum alveg að Dusty þeir eru með mjög spes, þeir eru með, voru með í gamla line-upinu mjög first role, hvað þeir vildi gera, hver á að gera, allir í sínu hlutverki en í þessu line-upi Þórs er ég alltaf Já, ok, ég kann eitthvað flass við það alveg. Já, það er cirka bara svoleiðis hérna fá allir einhvern veginn að skína og ég bara
vonandi heldur Raflega áfram að skína. Já. Því að hann er búinn að sýna okkur bara í einu leik að hann er stórgóður. Síðan náttúrulega eiginlega leikmæri sem að þarf að binda þetta allt saman og höfum verið að tala um hann mjög mikið svona upp á síðkastið, sérstaklega eftir Hárengin. Það er einn í útrýmingahættu, ég er mammaðinn, Pandas. Ég er mammaðinn, þetta er sennilega einn besta setning sem að ég hef heyrt. Ég mun aldrei geta recreatað hversu fyndið þetta var. Nei. On the spot, Nei. en þetta er stemningsmaður og ég meina, er þetta ekki nákvæmlega það sem við þurftum inn í line-upi út af því að liðið sem við sáum stundum í fyrra, þeir voru með skjáltana og þeim leið kannski ekki best á lani og svo framvegis og framvegis. Hérna kemur einn sem er með LAN reynslu, LAN MVP og hann er bara skemmtilegur. Já, sumir tala bara Pandas sem mest underrated leikmann sem þeir þekkja. Já. Þú veist, því hann kemur með svo mikið í liðið, þú veist, hann er þetta lím og þú veist, hann er þessi gaur sem að heldur liðinu saman og heldur klefanu góðum bara með, þú veist, eins og ég er mammaðinn, þú veist, eitthvað svona heimiskulegt, þú veist, þetta er alltaf skemmtilegt í klefan, alltaf. Skulum kíkja á line-up höttar, EFH, það er EFH. Ég er búinn að rústa þessu fyrir þér. Já, þú ert alveg búinn að svona mýmu þetta bara út tímabilið, en það er Viktor, Mozart, Clever, Blaster og Seni og ég held það vantar örlítið fleiri húðflúr á Viktor og Clever en annars er þetta örgulega húðflúraðasta liðið í Já, ég held að þessi tveir að hægra meginn bæti bara upp fyrir hina, 3. Já, ábyggilega. Já, en þú veist, þetta er frábært line-up á blaði og tvöfaldir frakkmótsmeistarar. Já. Gleymið því ekki. Besta liðið sem að hefur spilað í frakkmótinu. Já, það er svoleiðis. Það er bara fakt. Og þú veist, ég er bara litaður. Ég er hattari. Já, þú ert aðdáðandi og það sem er dálítið svona skemmtilegt við kvöldi í kvöld er að ég er með rætur hjá Þór, þú ert með rætur hjá EFH, þannig að þetta verður dálítið svona skemmtilegt matchup en að sjálfsögðu við erum hlutleysir og flottir. Já, við löpum hérna út á eftir með glóðurauga báðir. Já. En nokkri leikmenn sem ég langaði sérstaklega að tala um hérna í kvöld eru til dæmis, ef við byrjum bara alveg lengst til vinstri, Viktor, hann er búinn að vera, hann skaust upp á stjörnuhimirinn einhvern veginn og er bara búinn að halda sig þar sem með consistency og já, þetta er engum lítir þeirra líka. Já, ég held að þetta sé svona, þeir eru svona, ég held að þetta sé rosa svona frjálslegt eitthvað en hann hafi, þú veist, fyrsta orðið eða síðasta orðið hvað er að gera. Þú veist, búinn að spila helling með Viktori, frábækur, gaman að spila með hann, þægilegt að spila með hann, oftar en ekki. Tóku líka eftir því að þegar að FH síðanstimbili sem að rebrandaði sig í hött, leið og Viktor fór úr liðinu, þá fór allt til fjandans. Já, þetta gæti alveg verið að þetta sé svona svipu típa og Pandas mögulega innan þessa line-upar. Þú veist, það gæti verið. Ég er svo sem ekki kynnst í, en þú veist, innan svona lítil hóps af leikmönnum, þá gæti það vel verið. Sko. Já, tvímurarist, ég skal vera sammálaðið þér þar. Annar leikmaður, það er bara næsti leikmaður, það er Mozart, bæði liðin með þessa karrivappa sem að finnst ótrúlega gaman að búa til tækifæri fyrir sjálfan sig. Eru þetta ekki bara leikmennir sem við verðum að fylgjast með í dag? Jú, og ég held að leikurinn falli bara öðru hvora megin við hvor vappirinn heitar, hvort það sé Raflega eða Mozart. Mozart er þekktur fyrir að vera svo sjúklega aggressiv og svona mikill playmaker. Já. Tekur alveg á sig að fara í alls konar svona vittleysu. Já. Og sem er oft mjög gott en stundum ekki rosa gott en þú veist, þessi gaur getur búið til bara allt úr engu einhvern veginn. Það er galið stundum að spila með honum Faceit og þú veist, hann heldur kannski vappa á rándunum undan og vinnur bara næsta ránd einn sko, sturlun sko. Hver myndur þið segja að veri mest aggressiv ræflerinn í þessu liði? Blaster. Þannig að við erum að tala um hver er mest aggressiv hjá Þór? Ætli það sé ekki Dabbe? Jú, ég hugsa það. Já, þannig að þetta er svona, þetta eru
space makers í liðinu sem út í pláss. Gæti, sko, þetta eitthvað stað að Blaster Seni. Þetta öðru hvora megin, sko. Sá náttúrulega Seni eiga frábæran leiki Anubis í senastu umferð. Heldur betur. Það er spurning hvort við eigum vító út og því að sjálfsögðu fyrir þá sem eru að horfa í fyrsta skipti þá erum við búin að skipta í best of 3. Vítóið skiptir höfuð máli. Það er komið og ég ætla bara að skrifa það niður. Vilt þú ekki bara taka þetta? Jú, að sjálfsögðu. Já, eins og Tommi var að tala þá er þetta árið best of 3 leikir hjá ykkur. Þá er þetta ban, pick, ban og decider map. Við byrjum þetta á að Þór þeir banna Ancient, skiljanlega, eftir síðustu umferð. Höttur banna Inferno. Þór að sjálfsögðu pikka Anubis. Ekki mikill sjokkið þar, en EFA pikka Mirage. Þetta ef ekkert, þá mun þessi sería annarkvort fara í 1-1 og við endum í núk. Núk, herru, ég er ekkert eðlilega spenntur. Já, spenntur. Brjóta töluna bara. Sko, Þór verða hér að vinna Anubis. Þeir verða að vinna Anubis. Já. Ef að þeir vinna ekki Anubis, þá fer þetta 2-0 fyrir Hetti. Heldur það? 100%. Það svoleiðis. Já, höttur eru flinkir í Mirage en við höfum alveg séð þá líka vera smá svona shaky. Smá titring. Já, smá. Þeir eru konur í sjónvarpið. Já. Stóri strákar samt. Já, ekki nógu stórir. Þeir mistu stærsta. Það er svoleiðis. Já, það verður að segjast. Allar spá fyrir leik. Eða viltu stjörnumerkjan? Ég ætla að vera að lita yfir 2-1, mínu menn, höttur. 2-1 þínir? Já. Okay. Ég ætla að segja Þór 2-0. Það er svoleiðis. Við erum bara tilbúin að fara inn í leikin og við erum komnir inn í Anubis. Já. Fyrsta rándið komið af stað. Það eru djúpir smókar hérna á pínu en út miðjuna fer lið Þórs og þeir alltaf inn á æð. Clever í vörninni upp í Heaven, tekur fyrsta frakkið. Huge, hann á fyrsta frakkinu fyrir Clever. Setur hött á í örlítið þægilegu stöðu. 5-4 í rítekinu. Viktor er með kittið. Clever dinkaði niður 2 HP. Heldur samt að hann fór lífi og mjög yfirvegað. Mjög, Tommi. Já, skiptir miklu máli að leikmann eins og hann. Rafleif búinn að finna Mozart í Heaven og gæti bætt í. Clever er einhvern veginn ennþá lifandi. Hérna koma þær allir saman, Tommi, allir einn aftastinn og Stetti við ekkert af honum. Toppi eins og að fallin og þá eru 2-2. Clever eins og alveg skítlár báðurinn í lobbyinu. Þurfa að svinga hér, flassið flýgur en Peter með fyrsta frakkið. Clever nær hauskotinu en Pandas klárar þetta. Og það er harka norðursinn sem að siglir í 1-0. Það er bara nákvæmlega svoleiðis glæslegt pistol hjá Þór. Skemmtilegt að sjá hvað höttur var mjög rólegt yfir þessu rítekinu. Það var svo mikið ró yfir rítekinu. Þú var ekkert að drífa sig neitt sérstaklega. Mér finnst mjög gott að sjá. Mér finnst það góðsviti. En já, svona fyrir þá sem að vilja líka fylgjast með hinum leikjunum þá er Dusty IA á 7 Vargur á Twitch. Yes, og Vega ætti að hefjast á Rafíþróttir niðurstrik 2. Staðan 12-6 fyrir Dusty akkurat núna í fyrsta mappi. Ancient, Tappi með double entry að það. En já, Clever á MP9 næri tilbaka, Tappi með þriðja. Og Rafli og Peter klára þetta. Þetta var force round, en það hefði alveg geta verið það ekki því að þeir gerðu ekkert rosa mikið. Nei, það skiptur skeður. Það er bara svo leiðis. Hægi. Já, vissulega. Uspuspar ætti að koma hérna, Jón. Yes, sir. Spurning, hljóta stakki, hvað? Virðast alltaf að fara B-megin. Já. Það er gamla góða 1 flass út B og B. Og þar verður cirka bát 1 Peter. Já, ekki Nei. Besti leikmaður sem þú renna á en þar verður bara cirka bát engin Peter. Það verður engin leikmaður Þórs þannig nálægt Seni. Smókin sér engan í vatni. 13 HP fyrir þetta en fær infóið og þá geta þeir rótitað yfir á AED. Viktor nú þegar búinn að rótitað yfir í Faró en það er lítið að sjá. Viktor að mala gull hér. Nei, það er alveg veist. Alveg fjóraði líf. Með nokkra. Ég er farinn! En þetta, þeir eru 4 hérna.
Hvað var þetta? Hvað? Ég skil ekki neitt. Þetta var frábær alliðaður, ég er ánægður með þetta. Já, það ekki. Clever, hann tók heila klippu og spreyjaði henni fyrir ofan hausun á Pandas. Átti ekki miklu vandræði með það. Bomban hins vegar að springa akkurát núna 3-0 fyrir Þórsurum. Og Pandas nær allavega einum. Já, nær einum og það er hellinga peningur í bara einu fraggi með Mach 10. Já, samt ekki nógu mikil til að vill missa armorinn, hugsaði ég. Þetta er ekki í lagi, Tómi. Það er P90 á Pandas. Pandas er búinn að gera þetta núna. 2 Anubis með upp í röð að kaupa P90. Hann fór að síðast. Fór ekki að síðast? Fór að síðast og var að leika sig með leikmanninn. Það er eitthvað vont að fá eina pöndu alveg trillta með 50 skot af terror. Já. Seni þarf að vera helvíti stór hér og gerir það að finna frakkið á Pandas. Ekki neinu vandræði með þetta. Byrja að velina í fyrsta konundunni fyrir Hött. Höttur búinn að missa einn leik. Erum búið við Dabba hérna. Dabbi hittir ekki skotunum sem hefði verið glæsilegt fyrir Þór að finna þetta frakk þannig að vera gefinn. Seni komin í svo sem mjög óþægilega stöðu. Já, þetta er rosa mikið one and done staða ef að Dabbi ákveður að svinga í hann. Hlýtur að fá flassið inni þetta. Þetta er galið. Já, Seni þannig að finnur 2 inn í rafmagn og það blastur að vera stór, gerir það ekki. Dabbi finnur annan. Viktor hins vegar finnur Dabba á móti, bætir sér í Viktor. En Peter finnur hann 2-2 núna. Clever og Mozart á móti Alla og Peter. Mozart að koma ekki inn fara og Clever þarf vel að koma ekki inn CT þá og gerir það að rótið þar. Gefur Terrunum örlítið meiri tíma hérna til að koma sér í góða stöðu. Einn í Faro og einn á Súlu. Eina jútilið Þórsmegin er eitt flass. Nei, þeir eiga smók líka á Peter. Mjög þægilegt. Það verður smók en gefur hann smá pláss. Betur góð krena þannig að Peter er tekinni 46 og hér koma strákarnir í Hött. Þetta er kann að klötta en hann er ekki að finna skotin hér, ekki planta á réttum stað fyrir hann. Nei, Alli og Peter spila mjög vel úr þessu. Það var gert þetta einu tvisvar. En Jón, þarna sáum við nákvæmlega það sem að Anubis snýst allt um. Þetta snýst rosalega mikið þetta utility dump sem að Electric eða Tengi eða hvað sem þú vilt kalla það er. Leið og hleypur Terrunum að inn, þá ertu í vondum málum. Í vesinni, sérstaklega ef þetta er Dabbi farin að koma fá að leika sér hana eitthvað inn í Tenginu. Já. Það er ekki gott. Dabbi og Tengi, þetta er bara flís í rask. Það er eitthvað leiköngu. Já, Senni, áspilum frá þessu. Festingar eftir það. Það heldur mér betri. Getur yfir þessu búið með skotin í ankáðunum og Rafleik komin í hjálpina. Ekkert mál, Alli minn, ég bjarga þér. 2 eftir báðir á A-inu. Clever og Viktor innir inn á og hinn að spila smókin. Og svo fór smókurinn sem að lendi fyrir Faro, lendi smókurinn í glugganum í þrist og braut gluggan ekki. Það er svolítið skrítið. Það væri skemmtilegu böggur allavega. Spurningu, við finnum replayið og tjekkum á þessu. 5-0 hins vegar fyrir Þór og góð byrjun fyrir þá. Höfum yfirleitt verið að tala um að þetta sé örlítið tísætið mapp á Tenginu. En það sjá svo Höttur sem að velur að byrja CT. Algjörlega mapp-pikkið hjá Þór. Og vel að sæla. Mozart komið á vappan, þarf að láta hann virka einhvern veginn. Gríðalega mikið flassar þetta yfir á miðina. Flassið hittir engan en vappinn ekki að fara að greið sig neitt. Alveg strax flass upp á Tenginu, eru komnir þar inn Pandas þessu sinni og Peter að pressa á bíl og bíl. Hittir hann blastinn inn í 43. Þarf ekki mikið til Jón. Nei, algjörlega erfitt að vera að spila móti Peter. Hann er þessi Seni gerir mikinn skaða þarna móti. Mjög sárt þarna fyrir Peter. Það er tilbaka, 29 HP á honum, ekki. Verst að enginn á greinu til að ljúka
Loka verkinu. Já, en Pandas Hann langar svo mikið að fara þarna upp. hlæjar og hann verður bara að kíkja hér sem hann gerir og Viktor finnur gefins frækðana. Það finnur sen í jafnari liðum. Frá Smókin grensast bara ekki neitt en einn í Apex ennþá lífi Blaster. 43 HP á honum, hann þarf að vera stór hér. Finnur fyrsta en Rífragi kemur inn, Peter með það. Þarleðandi 2 eftir Mozart og Clever. Vappinn hann þau höndurum á Mozart, hann galdramaður þessi strákur. Kjörlega Dabbi, Alli og Peter 3 eftir lifandi, Clever og Mozart til og með. Þetta verður alltaf vesen, þetta retake, spurning hvort það er gangi upp. Clever komið núna nála til Faró. Hann dálítið í eldlínunni, sá hann einn í lobbyinu en hann ekki að kíkja alveg strax. Tíminn er vel pirraður og hérna er að finna alla. Þetta gæti verið gerlegt en þið þurfa að gera þetta núna. Já, ekki bara dögt akkurat núna. Það verður bara að halda þeim uppteknum en hérna er rondið 100% búið. 6-0 fyrir Þór. Þessi gæði ekki rosalega mikið á þessu umrættísinn í þessu mapp er ekki að vera að taka terrana út þannig að spurning en hann var dálítið komin á langt til að ekki kommitta. Já, þetta er svona erfið. Þetta er mjög fín lína sem er erfitt að bakka úr þetta. Já. Mjög. En 6-0 og þetta er bara að fara að verða of seint til að taka í taumana hvað og hverju, sko. Já. Þetta er 6-5 per mapp. 7-5 meira ég. Eins og þú talar Mozart heldur vappa. Gæti verið að púsla saman einhverju rándi hérna. Jafnvel erum við að gefa þessu 8-4 hálfleik. Normal sem Terri. Það er erfiður sítjáleikur þá. Sjá, Mozart feldur. Þetta er ekki góð Pandas í þokkabót. Það var eitthvað sagt þegar á milli. Peter er að holda byggja. Þetta er algjör glæpamaður í gegnum Smókin. Hérna nært engum hins vegar. Hann Viktor. Þau butan á púlsinum en þeir eru komnir inn á AF. Já, hérna er Clever í vandræðum. Reynir að finna Brekja og Dabba sem hann gerir ekki nær að bakka. Nei, heldur betur ekki. Dabbi eldur hann með glokk. Hann verður Clever að gera betur. Já. Hann verður að gera betur. Já, það verða bara allir í liði í að fá að gera betur. Þetta lítur bara hræðilega illa út fyrir hött akkur núna. Ekki alveg með putan á púlsinu með það en það er mjög skemmtilegt lið Þórs hins vegar að sína góða takta hérna í Anubis. Ekkert flókið, bara ná kontról á ákveðna staði og íta sér út, ná fröggunum. Og já, eins og við höfum verið að kynnast í gennum tíðina. Þóri afturplant er ekki til að djóka með. Nei, það er nefnilega svoleiðis. Hvernig er ég að horfa á fólk spila overpass hérna frammi? Spila overpass? Þetta er ekki í lagi. Þetta er ekki í lagi. Burtu með þetta. Það valdi einhver að spila overpass líka. Það er dálítið skrítið. Það er galið bara. Ég viðurkenni það. Bara galið. En já, á hárréttum tíma og jafnvel 2 rándum of seint þá er höttur að taka tactical timeout. Hvað ertu að segja akkurat núna við þína leikmenn Jón ef þú værir þjálfari Hattar? Kveikja á skjánum? Já. Það er bara, nei, ég myndi bara vera eitthvað á léttu nótunum, reyna að peppa á einhvern veginn, bara stíga, slá á létt á strengi og reyna að kveikja aðeins í þeim. Já. Því að Seni á einu fraggi, Mozart á einu fraggi, Blaster á 2, einu sem er að gera eitthvað í Viktor, 8 fragg. Leikurinn er að tapast í þessu default allavega. Viltu sjá það að fara í eitthvað grimt, eitthvað úttengi, útbél og bjöð? Ég veit, já, það má alveg prófa. Með pislum og mökkur, já, sure. Fórsinni er ránd, þannig að... Já. Þá myndi ég ekki vilja breyta miklu, en kannski alltaf að taka svona smá aggression og bakka fljótt úr því og fara fragg. Og það að dedikata full inn í rondið svona aggression eins og sumir gera. Þarf bara pingu advantage og bakka síðan og þú getur spilað 5-4 og unnir án þannig. Já, algjörlega. Þurfa opnun. Það er svoleiðis. Leitum á því. Já, Mozart í gang. Þetta er sennilega besta mappið hans, hugsa ég. Já, er ekki sýna það akkurat núna, þannig að
Hver að labba í gennum smókinni miðju. Það enginn að fylgjast með þessu. Senni eins og að komið góð. Hérna er Peter bara að finna Clever í gegnum hurðina. Ekkert ves! Algjörlega glæpsamlegt æða hérna inn á AF ef þau myndi festast í hurðinni. Ættu að vita hins vegar að það er einhver inni í þessu A-lobby. Hér, Senni. Ákjósanlegt fyrir þá væri einmitt að gera þetta. Spila þetta bara með því að halda þessum inngangi. Allir 4 leikmennir. Nei, 1 kemur hefn raflega. Lítaði Viktori Senni fældur á Peter, Blaster og Mozart. Blaster finnur einn, þeir eru báður okkur með alibi. Blaster finnur annan, getur rifið upp AK-inn. Hoppar í inn smókinn, getur að finna frakkið. Næstu því búinn að finna frakkið. Já, 2 á móti 1. Stikk. Hann stikkar þetta. 5 Þeir sekúndar diffjús. Þorgían ekki kvarta fyrir þá. Hann þurfti bara að committa hann raflega að kíkja í þetta. En Blaster krækir í fyrsta rándi. Þetta lítur hræðilega út, alveg þangað til í endan. Ef einhvern tímann að kveiknaði sundir mínum mönnum í EFH, þá er þetta rándið sem að gera það. Blaster að ná að ninja defa þetta mjög þægilegt. Við berum himni að Já, ekki einhvern smóka á honum. Nei, þetta var bara þægilegt. Já, þetta er samt galið að leyfa þetta að ske sem stórsmaður. Já, vissulega, In the Heaven og... Senni, búinn að ná, með Mozart búinn að ná 2 frábærum opnurum. Dappi! Ekki gott spray. Nei. Og þá er Peter 1 eftir. Og þarf að ná í einhver frökk hér. Fyrsta hérna, en Viktor eyðir honum út. Já. Er þetta vélindóttin í gang? Gæti verið. Þurfti að detta á 1 rán. Já. Það gæti verið að þetta sé akkurat það sem að þurfti bara 1 svona. Sko, ég get lofaði því að það var hlegið mikið þegar Blaster deffaði þarna í rándi 8. 100%. Já. Það gæti verið að það hefði bara verið nóg til að kveikja aðeins undir okkar mönnum í hött. Mozart eins og er komin á mappan. Ekki búinn að finna frakka á honum í þessu leik ennþá. Held ég alveg pottþétt. Galið. Hvernig, Mozart eins og er frakka niður í raflega. Ekki með vappa á móti, en Bakkar í Faro, sér hvort hann geti ekki búið okkar til, en smókurinn kemur þetta og þetta er yfir á æð. Tilbúin að opna og gefa miðjuna alveg. Þetta splittar upp báðum sætunum, þannig að þetta er einangrað í fórriðna sem þeir að fara að mæta. Clever í smá vesinni, Peter komið mjög náttúrulega þrist, annar maður hann aftar. Mozart búinn að finna alla í alobíinu og hérna er Clever, hann verður að finna þessi frökk, hann verður á einum, gerir það ekki. Og Pandas finnir Mozart líka, þetta er svo dýrt, 3 á móti 2 núna. Það er glænýr smókur í þristin í þokkabót, þannig að Senni þarf annars að fara í gegn eða bíða eftir honum. Og Viktor, hann er kominn fyrir utan alobíið. Blassi kemur þetta inn. Hann er aðeins svo seinna að grípa Blassið enn, næstu því búinn að gera eitthvað ótrúlegt úr þessu. Panda sem þegar finnur Senni og Darby finnur Viktor. 8-2. Það er 2 ránd eftir þá í þessum fyrri hálfleik. Góð hjálparvörn núna hjá Þór í þessu afturplanti. Peningurinn ekkert rosalega góður hjá EFH. Þetta ránd er rauninu hvort að EFH er að fara að enda í 8-4 eða 10-2. Algjörlega. This one is for all the marbles, næstu því. Já, næstu því cirka bát. Þetta er ansi langt í að granda þessu fyrsta mappið hérna fyrir framlega. Ég er fast. Nei, ég held hann að kíkja bara út á æfingi hann á úr. Ok, Mozart finnur Peter inn í þetta rán, reynir að finna eitthvað meira hann í gegn sem hann gerir ekki. 3 á móti 3 en þetta er töluvert betra fyrir Terran heldur en nokkuð síðan.
það er einn að spila á side og einn í mid og núna er Mozart að koma sér í burtu yfir á B-ið, inn í Faro. Þetta opnar miðjuna og þetta skilur Clever einan með MP9 og 1 flass á A-inu. Hefur verið mjög vinsæll áfangastæður fyrir Hött. Nei, fyrir Þór, fyrir ekki. Þór hafa farið nokkuð oft að megin og virðast alltaf enda þar aftur núna. Núna er Clever í veseni. Þannig lætur hann vita. Það er fyrsta, getur að bætti, gera það næstu því. Hálsbreytt frá því að gera þetta mjög vinnanlegu rándi. Þeir hljóta að vita að síðast er low. Eða hvað? Alveg á 41 HP, AK í höndunum, báðir komnir út þristinn, hann fer á defaultið, sér engan alveg strax og það er að koma sér fyrir. Þeir eru að búast við hann akkur hér, já, sjá þarna í kollveikin á alla inn á sætinu. Þeirra smókin, nær ekki fragginu, Viktor, býtu Pandas með assist. Já, gerir smá skæða þannig á alla, það er að hjálpa þeim. Já, það er ekkert að því. 8-3, 1 ránd eftir og eiginlega möstun fyrir Hött. Já, bara klárlega möstun fyrir Hött hér. Ágætur peningur eftir á Þór hérna, geta drift AK út og Rafle. Ja, hann þarf að sætta sig við að kaupa AK hér. Algjörlega. Fullt jútil á já, nánast öllum. Peter vantar molla á hann en Kristinn með slíkt. Viktor heldur betur búinn að taka við sér hérna, eftir frögg á honum. Var með 8 frögg þegar taka Hörtgjörn og svona Peter. Ætlaði að vera smá óþekkur. Eða hvað? Þessi lurksmókur, þetta er ekki fyrsta skiptið og þarna nær fragginu Blaster liggur í valnum. Þá er Seni, ætlar að rífragga. Verður að gera það núna, gerir það loksins. Og alveg allt er bara komin inn á midside. Nær einungis einum en sendir þetta aftur í 3v3. Þetta er gott midround fyrir Þór. Jón, þetta er bara fastar línu sem venjulega. Þeir ætla að taka miðjuna þegar Mozart er búinn að rótita yfir á B-ið. En gæti verið að ná fraggi hér. Heyra í honum rótita eins og þar. Algjörlega. Gæti opnað en sá... Já, Rafle er að lesa þetta eins og opna bók. Hann er kominn inn í Faro. Geta bara delayað hér. Þeir eru að fara að labba bak B sem er Rafle akkurat núna. 45 sekundur. Það er að fara að labba bak Heaven. Tabbi þarf að bíða. Mozart er aldrei að fara að búast við hann bak Heaven. Bara aldrei. Þetta er einhverju tíma. Pandas tekur hérna kontakt. Örlítinn skaða. Mozart ætti að vera alveg fallinn hér. Það hlýtur að vera hérna þetta. Alltaf fara til fjandans hér. Viktor núna aleinn eftir á rótitinu. Það var eitthvað vond lykt að þessu, Jón. Já, algjörlega. Lengi að koma þá er eitthvað að gera. Já, þá er einhver að bíða eftir einhverju og það er aldrei gott. Viktor 1 eftir á móti 3. Senasta rándi í fyrri hálfleik. Að finna 4 frögg í þessu rándi til að sigra. Ólíklegt en það gæti samt einhvern veginn skeð. Gæti verið, reyndar í Heaven, enginn þar. Hann er með kit. Heldur betur. Kompan vel plöntuð hérna og Rafle kíkir. Það var verið að myndja á. Ekki aftur. Ekki aftur segja er hálfleikstölur 9-3 fyrir Þór. Gera virkilega gott mótin í Anubis. En nú komið tími til að stíga þessu upp ef þú ert í Hött. Já, ég held að sé tími til kominn þegar þau eru að sína heldur betur takta hérna. Termegin, sérstaklega það sem að já, þetta lið, þessi kjarni hefur spilað þetta mapp margoft áður. Já. En við höfum séð comebackinn áður í Anubis. Heldur betur, City hliðin, vörnin. Hún er aðeins erfiðari. Og við höfum líka séð Þór sérstaklega mjög shaky í vörninni. Já, tvímaralaust. Betri í sókninu vörn. Já, algjörlega Peter að reyna að finna fraggið hérna á Mozart í hurðinni. Verður leikmaður í þessu rándi, það er að svinga saman. Clever finnur það hins vegar. Pandas kemur í þristinn með duals, getur að gert eitthvað hér, finnur einn, ekkert meir.
Dúalbartas komnir í hendurnar á terrunum þá, ekki góð byrjun. Þegar það róti það í gegnum, Viktor nær alla, Dabbi er geranlegt, þurfa hauskotið enn, og líka labba í gegnum Dúalbartas. Pikka hann engan upp. Glokk er ófáð, þá hlýtur þetta að vera búið. Þetta var ég mamma þinn drive by peak. Já. Ég mamma þinn! Einn eftir, það ekki verið að gefa honum líka. Þú trúir ekki hvað ég var búinn að taka stóran anda þegar ég sá Dúals hjá Pandas eða tilbúin að öskra og síðan bara ekkert. Nær einum, ekkert meir. Þetta fyrraði upp. Mjög anti-climatic þar. Ég er ekki með stöðuna í Dusty IA-leiknum. Við erum komnir allavega í Map 2. Map 2, Miraz. Getum hugsað að Dusty hafi unnið fyrsta mark. Líklega, mögulega, kannski. Það var smá IA-kompaka það. Já, en Vastur og Viktor að finna frökt hér í miðunni. Já, það þarf ekki verið á flóki. Já, bara passa þig, vinnur. Það þarf ekki verið á flókið. Dabbi og Peter, 2 eftir. Peter með 8 í líf. Og Clever að finna eða hvað. Clever getur verið í vandræðum. Clever. Fyrsta og annan. Gegnum kassan. Hauskot. 5. rándið. Það er vesen. Nú er spurning hvað Þórsmenn ætla að gera. Þórsmenn, Þórsarar, bæði bara. Já, Þórsarar. Kaupa Pandaskubir MP9 og alla líka 5-7 og Dabba. Jafna peningin, ætla að fá gott kaup hérna í rándi númer 16. Smá kaup hér til að setja tekið þeir bústækur saman. 2 í alupínu og 3 tilbúin að flassa þetta út. Það er 1 í vatninu eins og þar sem tekur á móti þeim. Gott flass en Feni nær einum. Pandas og veldar þetta ekki. Dabbi mögulega kastaði þess aðeins frá sig þarna með þessu akkustinu. Peter finnur frakkiðan á Moses tilbaka. Það voru Viktor og Clever 2 eftir. Clever reyna að finna eitthvað hérna tilbaka. Hann vill skjóta þessum AK. Þeirra á milli, finna frakki. Góðu HP-ið, 35 tótal. Það er 2 MP9 eftir, Jón. Já, ekki draumastaðan. Alls ekki draumastaðan. Hún frussar skotum út frá sér og það þarf ekki mikið að hæfa hér til að fella báða leikmennina og Rafle er byrjaður að leita. Þetta er ekki góð sviti. Það sé góðri stöðu, sér skuggan á undan líka. Þetta er ekki gott. Hún í Pandas, Rafle, já. Rafle finnur frakkið í bak og þá var að Pandas að finna frakkið hér á Viktor 10-5. Það er einn. Aðeins verið að skjóta og búa að kynda. Þetta var ekki full kaup hjá Þór. Þetta ekki. Standa sig samt eins og svo ofta áður frábælega í þessum forsrandum. Það var skemmtilegt randsamt. Já, algjörlega. Fara hægt inn í alopið, molli fyrir, flassa út og leið og kontakti kemur þá kíkir annað leikmaður út tengi. Þið getið stólið þessu playi og notaði ykkar leikjum. Já, það þarf ekki að vera flókið. Það þarf ekki að vera flókið. Við með deglunni. Það hefði getað verið frábær en þessir getur einungis 6 HP og flott flassa þarna út en núna er alveg committed, búið með kúlurnar, hausar hins vegar annan. Ég ætla að segja að hann myndi bæta einum í viðbót, það hefði verið bara galið sko. En Blaster finnur alla 3 á móti 2. Smókurinn í lobbyinu að hverfa. Vá, finnur þetta skot einhvern veginn á Viktor. Snöggur á gikkinum og þar að leiðandi Blaster inn eftir og Rafle. Það er með þess að 2 í haus. Já, af hverju að skjóta það í búkinn þegar þú getur skotað í hausin? Gerir meira skada. Já, ok, kúlstig. Fyrsta skotið var þetta galið. Já. Gjörsamlega galið. Þetta er það sem að Rafle er að gera núna. 11-5
og það virðist ekki vera nein undankomu leið hérna fyrir Hött. Nei, virðist vera bras fyrir það. 11-5 og það er glokkur í höndum. Spara hér til að reyna að komast í overtime. En það þarf ansi mörg ránd í röð. Spilaðu þetta aldrei frá sér leið og forskaupið hjá Þór virkaði. Allir byrja að leita aftur. Hausaður, finnur bombuna, spreyið hins vegar á leiknum 2 virkar ekki. Mollin, ennþá verri. Finna eitt frækkalvara, það er eitthvað. Já, og M4. Nei, ég held að hann hefði verið að greina hann í burtu frá lobbyinu. Mögulega. Nei, hann er með hann í höndunum, ég er bara Viktor. Hann finnur blaster, Viktor er lár, Mozart með M4. En þetta gæti orðið erfitt ránd, sérstaklega það sem að Alli vel staðsetti fyrir nákvæmlega þetta. Já, Mozart eins og finnur rífrakkið en hann er 1 á móti 3. Þetta nákvæmlega hvað hann er. Mozart. Ef hann væri með armor, þá myndi ég gefa hann séns í þetta. Já. Engin armor, ekki að vera að vinna þetta ránd. Nei, líklegast ekki. 35 sekúndur eftir á klukkunni. Og það er svona það sem að verður honum líklegast að falli. Hann þarf að fara að drífa sig núna og leið og byrja að drífa þig. Þá gerir þú mistök. Vá, vel gert. Þetta með línuna þarna. Bakkarinn lobbyið. Þetta er bara snirtilega að spila þetta. Þar fór það, Mozart heldur 12-5 og staðarinn Pandas heldur að hann með kynnt aðeins þeim. Sest aðeins á hann. Aðeins að... Tepoka. Já. Earl Grey, takk. Já. Nei, það er... Nei. Kamilu te. Throat Comfort. Já. Það er virkilega gott. Ertu að brugga það reglulega? Ég gera þetta alveg óþarlega oft, hugsa ég. Já, vel gert. Besti krónuna? Elskar krónuna. Hrafle finnur enn og aftur entry í rándi nummer 18 sem að virðist ætla að vera þessi einasta rándið í þessum leik. Alle tekur fyrsta, skiptir AK-in, Clever og Blaster. Blaster fyrir eftir. Clever, gjörsamlega, hann er reiður núna, vill klára þetta Blaster líka, 2 móti 2 allt í einu, báðir eru þeir í vatni. Clever næstu búinn að finna bækja á Peter þarna. Og komnir í Ramags, bomban liggur í höndunum á Clever. Mollin forsaðar Peter hann að nálægt smóknum. Ekki sælistaða til að vera í, en við hitta ekki á leikmannu nr. 2 sem er líka í tenginu. Nei. Smókurinn að feita vantilega núna í Ramags. Blaster fær hann að bakka. Já. Peter að hóta hana. Blaster finnur hins vegar frækki að búast við Pandas hér í Ramags líka. Pandas búinn að finna frækki á Ramags. Clever einn eftir á móti Pandas. Inn í útrýmingar hættu, tekinn og jarðaður í þessu rándi allavega. Clever. Klöts að þetta voru gömlu félagarnir sem hafa stikkað saman ansi lengi, Clever og Blaster. Já, þeir eru með spilatíma á milli sín. Já. Mjög mikinn spilatíma á milli sín. Það er nákvæmlega það sem við þurfti hér. 12-6 og aftur. Það er líflína til Hattar hér. Var þetta 4-4? 4-4. Það er svoleiðis. Já, vel gert. Smóknir stiga. Það þýðir oftast partí. Já, en ekki strax. Nei. Seni mjög framalega alveg í Pandas er það líka. Og Pandas fyrir frækja og Seni ekkert meira þar en staðan núna. Það er smók og þú voru ekki alveg að gera það, en það er Bissar sem liggur þarna fyrir liðsfélaga. Pikkar hana upp og er í fyrstu Nú voru þetta brekka fyrir Hött að koma sig aftur inn í þetta. Það er alveg vesen. Skemmtileg grensa þarna í 5-una, en Mozart ekki góðri stöðu til að taka á móti henni. Nei. Smá bras.
Blaster feldur hérna af rafli í miðunni. Ekki draumurinn. Nei, en draumurinn hins vegar Mozart finnur leið inn á æð. Rótiði kemur þá yfir, það Peter, en hann bara með diglu. Kíkir inn, en skotið geigar. Mozart hefði svo rosalega mikið þurft að finna þetta bracket. Hérna þetta orðið algjört brasi. Skot eftir í varpanum með Mozart. Clever einhvern veginn finnur Peter og þá er maður komin inn og sætt. Það rafli að fara að finna bracket hér. Gerir það. Clever finnur bracket á móti og allir búinn að læsa þessu með tveimur síðustu rándunum. Það svoleiðis, 13-6 Tómi fyrir Þór. 13-6 og já, þetta voru yfirburðir hjá Þór sem að bjuggust til í fyrri hálfleik. Já, algjörlega bjuggu til mjög góðan buffer í fyrri hálfleik með því að vinna eitthvað 8 ránd í röð, minni mig. Og bara sá ekki til sólar hjá EFH. EFH. Unnu 7 rándið röð, það var 8. sem var ninja rándið. Já, það er svoleiðis, já. Ok. Tek því. Það er alveg nóg í röð. En það var rauninni eina lífluna þeirra. Já, það var, sko, tóku tactical timeout þarna í rándi 8, byrjunar rándi 8. Já. Leita eitt rosalega vel út en Blaster einhvern veginn að berga þessu fyrir horn fyrir á. Með því að deffa bara fyrir fram á 2. Já. Engin smókur. Algjörlega galin hegðun. Já. En já, við ætlum að gera upp leikinn eftir örskama stund og síðan kemur map-pickið hjá Hetti. Það er Miraz ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Wait, is he switching lanes?
Aftur, já, við vorum að horfa á æsi spennandi leik, já, fyrir Þórs áhugamenn allavega. Mér finnst umulega leikur. Nei. Það var vel spilað á Þór og stóðu þessi mjög vel. Ef við dýfum okkur örlítið í það, hver heldur þú að ástæðan hafi verið fyrir þessum algjöru yfirbörðum í Anubis? Ég veit það ekki. Ég held að Höttur væri oftar en ekki mjög hrifið af Anubis. Við höfum séð að spila það mjög mikið. Vilja spila það bara endalaust í Faceit þá sérstaklega. Ég veit ekki, þetta er bara gamla góða dísivélin, ekki í gang, en þegar hann er komin í gang. Sá samt skemmtilega hluti frá Þór. Þeir voru að spila þetta örlítið, já, leyfum mér að segja, dálítið hærra leveli bara. Já, síðan líka bara með Pandas og Rafli inn í þessu line-upi, það er erfitt að eiga við á. Mjög erfitt að eiga við á. Komið ótrúlega mikið af reynslu náttúrulega inn og þessi svona klókari hluti sem vorum að sjá, sem var náttúrulega sjálfsögðu, já, við getum tekið til dæmis Force-rándið í rándi númer 3 að við minnir, þar sem voru eitthvað svona hér og þar kaup, þá kemur þetta mjög einfalt setup, það koma einfalt flush, en þið gera allavega mjög vel tímasett. Algjörlega, og tæmingið er mjög gott hjá Þórsurum allavega verðist vera þeirra að splitta svona. Já. Og þú veist, ég veit ekki, þetta verðist vera bara on point einhvern veginn, sérstaklega Anubis, sjá hvernig þið verða í Mirage, ég held að það verði svolítið annað upp á tyrinum, en ég held að það verði meira svona run and gun og meira free flowing. Svo. Já. Hver myndur þú segja að vera besti leikmaður í liðið Þórs? Ég býst því að það sé svona besti leikmaðurinn á serverinum. Í síðasta leik? Já. Ég veit ekki, meðan enginn standi upp á eitthvað sérstaklega, en Pandas gerir góða hluti. Já. Vel séð. Eitt sem að við bara lokum núna hurðinni dálítið Anubis og opnum hurðina á Mirage. Ég leyfi mér að segja að þú sitt aldrei sérfræðingur í þessum Mirage-fræðum eins og við köllum það. Hvað þurfa Höttur að gera hér í, þeir byrja termegin sem að strax, það er smá brekka, en við höfum aftur á móti séð í gegnum tíðina að þeir eru dálítið, þeir eru veikari í City heldur en okkur með Terr. Já, það er sko, Þór byrja væntanlega City, gerir ráð fyrir því. Og það sem að Höttur þarf að gera hér er að vinna þetta ránd og vinna mappið. Já, þetta er ekki lókið. Nei, þetta, sko, væntanlega að byrja yfir fá Terr. Þeirra mappik fá ekki að velja sæt. Ég hugsa mögulega bara að stikka margir saman, fara sem heild á sæt. Ekki að fara kannski einn og einn að pikka. Ég held að Þór hafi yfirburðina í firepower og að eimi. Fara margir saman og sæt að execúta margir saman, kannski einn í flanki eða eitthvað. Ég held að það sé lykillinn mögulega fyrir Hött í Mirage. Annar leikmaður sem er nokkra að kalla hérna út, það verður að vera Mozart, því að leyfum mér að segja að ég held að það hafi verið 6 vappakaup sem að voru bara illa nýtt hjá honum. Þetta er dýr byssa og þetta getur skipt sköpum. Já, hann bara í raun fekk ekki að gera neitt með vappanum í Anubis og þegar hann fekk vappan og fengu ekki að sjá neitt basically hjá honum. Hann gerði ekkert og rosa svona underwhelming mapp hjá honum og einhvern veginn kalla eftir honum sérstaklega í Mirage. Verður að vera stór sem vappi í Mirage. Annar leikmaður sem að mér langar líka að kalla út, það er single-side leikmaðurinn, eða akkeri eins og við kallum það, Clever. Þeir voru að koma A-sætið gríðarlega mikið og Clever var rauninni bara ekki að standa sig vel og þetta er ekki fyrsti leikurinn sem hann hefur ekki verið að performa. Á móti Ravík var hann líka í vandræðum. Já, en sko mig grunar, var það ekki líka í Anubis? Jú, gott ef ekki. Já, sko mig grunar það sé þá vandamál frekar með restina af liðinu frekar en bara Clever. Því að til að vera gott akkeri þá þarftu að vera með gott support líka og það gleymist oft. Sko. Og ég held að Clever sé alveg þannig típa. Ef hann er ekki með gott support þá fáum við ekki alveg það saman og við erum að búa stuðið frá honum. En sjáum hvað verður. Það er náttúrulega alltaf gaman að sjá Clever í Mirage. Við vitum það. Svona gamla skóla B-leikmaður sem að stikka sætir og svo mikið. Já, yfirleitt þá höfum við verið að meira sjá fyrir að taka short play, fyrir að taka pushin í B-lobbyið, húsið.
og sjáum það ekki rosalega mikið frá Clever en gerir þetta fjandi vel. Já, bara 100%. Clever er ákveðin geit í B-holdinu í Miraz. Þú ætti nú að þekka það, þú ert einn af þeim. Æ, hættu svona. Við erum tilbúin að fara inn í leikinn og já, við hefum getað giskað á það. Það er að sjálfsögðu Höttur sem byrja termegin mappikki fyrra. Hérna verða þeir að koma tilbaka. Ó, já. Dabbi kominn í skemmtilega stöðu þannig upp á svölum. Tveir. Spotta glugga, þetta er mjög góð staða. Ég myndi bara vilja sjá með dual brettast til að vera betra. Já, Peter kominn að hoppa þannig fyrir neðan Dabba sem mun selja possuna Dabba heldur betur og ég held að ef það endi á að fara B þá fær Dabbi alltaf 2 frí frögg ef hann stikkar possuna þar að segja. Já. Það er einn í A-húsi og einn í ramp hjá Hött tilbúnir að feika þetta eitthvað gerir ég ráð fyrir. Spurning hvenær ég gera það. Og það er spurning líka hvort að Dabbi flýi úr þessari pósu leið og kallið kemur að einhver sé A. Það lítur að vera. Ég trúi ekki öðru. Það getur verið dýrkeypt því hann er komin í gríðarlega góða stöðu. En ég hugsa að fylgjast með Blaster eða Mozart að núna sé við verðum að horfa á þeir eru að fara af stað núna A-megin allavega. Já. Við kannski horfum á Mozart akkurat núna. Hann að taka kontakt, Mozart tekur fyrsta og hér kemur annar leikmaður upp aftur. Nú byrjar að pússa B. Á frábæri tímasendingu. Dabbi er núna einn á sætinu. Hann er ennþá upp á svölum. Hann er að fara að finna 1, 2 eða hvað. Nei, ekki 2, finna bara 1. Það var bara einn maður þessi Peter og hann er feldur líka flott rándi og Hött. Rosalega þolinmóður í þessu rándi. Skemmtilegt feikarna hjá Hetti og ég verð að segja Mozart þurfti fraggarna. Mozart þurfti fragg, náði því. Fekk rótitið frá Peter sem var að jumpspotta. Þetta hefði algjörlega gert upp og hefði Peter ennþá verið að jumpspotta. Algjörlega. Þetta, sko, Dabbi er líka bara óheppinn að ná ekki 2 hana. Það er alveg svoleiðis. Það er ekki aðeins svo mörg skot á fyrst. Jú, það voru lítið og mörg. En það er ekkert erfiðar en að hitta í haus með uspu í baki og hlutur. Já, bara horrible. Erfiðar en að fá íbólan, sko. Heldur betur raflega með Susi undir. Clever að fara að mæta. Þetta er litla standoffið. Clever. Sá hann í sko nýð á honum. Bara gjörsamlega að nægileita hann. Já. 2 á B-inu, 2 deglur. Svo sem ekkert óþekktar deglur þarna. Peter gerir ekkert annað en að beita fyrir Dabba. Ég er hrifinn að þessu. Dabbi eins og er í skemmtilegu offengulega til að finna fragg en Viktor ekki að kíkja neitt á óþarfið hana. Skemmtilegt það að beita henni leikmaður seðustu leiktíðar bara. Já, þægilegt. En svoleiðis. En hérna er að koma upp rampinn. Ég veit ekki hvernig Pandas liði þetta af. Pandas stjarna mamma beldur. Eitt leikmaður eftir Dabbi. Aðeins að kýta þarna fætnur á Viktor en niðurstaðan 2-0 Höttur. Algjörlega 2-0 og já, þetta var áhugavert að sjá í fyrsta gunnóti sem er væntanlega næsta ránd, ekki þetta ránd. Hvernig Þór ætla að spila CT-vörnina. Þeir eru oftar en ekki valtir í CT en ógnarsterkir í terr. Já, spjóti hjá það með beittar en skjöldurinn, sko. Já, heldur betur. Spurning hvernig. Og þetta Blaster bara komin í tengið og það getur verið mjög svona hættulegt. Einn maður á sjórtunum mætt. Alli reynir í fraggi, finnur það ekki. Ekki setið á sínu. Seni með Pandas. Rafle er í skemmtilegri stöðu. Alltaf þetta fragg gerir það að baka niður í en hann er bara skotin í gegn. Bara Dabbi og Peter 2 eftir. Gera bara Peter aðleitn eftir á móti 4. Peter í svona possum, í svona rándum. Þór hættulegur var spottað. Flassi flýgur og loksins náði fragginu með Galil í gegnum kassa. Mikilvægasti leikmaðurinn í þessu rándi verður Rafle. Það var bara. Já, það er leikmaðurinn sem við þurfum að fylgjast með hér. Það er engin vappi hjá Hetti og þar að leiðandi þá ætti Rafle að hafa
já, allavega handfylli af pósum þar sem hann getur fengið algjöra yfirburði. Já, það er gaman að sjá hvernig Rafleir spilar úr þessu rándi. Hann fer að megin, en í fyrsta þá spila trippulgerir á fyrir. Upp miðjuna. Þessir grenur gera engan skaða. Það er gjörsamlega. Gríðarlegt magna flössum, Jón. Rignir flössum. Og það er bara komið í róleheiti. Rólegheit og romantík og að snúka þetta lélegur. Það er eiginlega bara arfaslagur. Já, Dabbi eins og svindla sér upp á kassan og toppmið. Reynir hann í frakki, gerir það, finnur það. Nei, hann er fundinn, hann mósast með galil af öllum byssum. Já, það er eiginlega bara galið að hann hafi náð frakki. Þetta er ekki lagið, Tommi. Þetta var taktfast. Já. Þetta var komið með full circle. Og svo vontaði þetta var gott. Já. Já, Rafli hins vegar verður núna bara í að leita en hann er bara að halda aðeinu Alli í tenginu mögulega Þetta reynir að búa til eitthvað. Rafli nær fyrsta fragginu, jafnar núna í metunum en þetta fragg svo mikilvægt. Alli gerir ekki neitt. Lassi fyrir mig yfir, Peter er komin í að halda snæpurinn Reyna að blassa CT. Hérna verðar eiginlega bara að committa á annarkvæmstætti CT hérna að segja. Þeir hljóta kom eitt á aðeins með þetta. Þessi molli á shortinu segir mér bara þeir eru að koma að. Jips, Rafli er búinn að bæti í 3-3 núna og þetta er vel bara gerlegt fyrir Þórsmenn, Þórsara. Þetta er bara Rafli. Þetta er bara Rafli. Þannig að bakkar núna djúpt CT plantað öfugt í trippul. Og hérna kemur retakið, einn maður á shortinu, 2 á CT. Enginn þorir að fara í jungle, sjálfsögur Blast að halda því, einn á shortinu. Já, þetta gæti Peter á smoke, bomban á frekar svona óhefðbundnum stað. Rafli feldur, Peter feldur og það var að panta seitt eftir og hann er feldur 4-0 Tommi til að byrja þetta í Mirage. Lítið vel út fyrir Hött. Nú langar mér að spyrja bara Mirage sérfræðinginn, hvað í þessu rándi fyrir Hött sagði þér við erum að fara B út af því að stökkum B mjög snemma með 2 leikmönnum? Það er ekki neitt. Ekki neitt. Molli seint, þeir fara ofan í miðjuna. En sko, bara eins og þessi molli sem þú kólaðir út, molli þarna í olbúan á shortinu. Já. Það ætti að vera nóg til að segja þér öllum og friður á. Já, bara þetta eru auka 7 sekúndur sem þeir eru komnir áður og þá er Rafli að koma með einhverja hjálp. Já, en getur verið rosalega mikið bras að lesa í svona. Já, vissulega, en ákvörðin þarf að taka. Algjörlega. En 4-0 og það er mökkur, 5-7 og alls konar í búinu. Einn maður er búinn að pússa á húsið sem er Pandas. Það er hættið þrisvörsnu við að molla og ákveði síðan að molla. Já, hittir rétt svo mollan. Fyrir einhvern veginn bara út allt hann, ég ánægði með þetta. Já. Clever eins og mjög low 38, Pandas gæti auðvitað fundið frakkið á hann, en hann þurfti að við kíkja núna fljótlega. Já. Vá, þetta. Það var fræk. Já, mamma einn. Seni eins og er komin upp rampinn, búinn að finna Dabba. Búinn að bæti í. En fyrst frækið hérna er raflega að falla fyrir Viktor. Viktor með góður frækið og þetta lokar Pandas alveg inni. Peter með digguna. Ekki að gera mat á þessu og sjálfsögðu ekki. Viktor, fræk fyrir hann. Þetta var eitthvað kaldast að sé lengi. Já. Reyna bara að fara í genið mördur þannig. Hann leipir grensuna þrátt við HP á honum. Hann veit að það er AK á terspunni, er að æða væntanlega hann en það að vera hundelda. Svo að horfa á 90 spík. Já, smá BM tilbaka frá Blaster í þetta skiptið. Þetta ásvós sem ekki að koma okkur gríðarlega mikið á óvart. Við erum búin að tala um það í gegnum allar þessar leiktíðir sem við erum búin að horfa á Þór. Það er CT sem er vandamálið þeirra og ofan á það EFH eru grífurlega góðir í Mirage. Já, algjörlega. Anubis, Mirage, lið. Já. Það er svo leys. Matti gera. Þetta, ég bara heimta að fá þetta í 3 mörk. Það langar að sjá núka milli þess að tvekja liða. Það er ekkert sem ég vill meira. Skemmtilega.
myndi leigja að Peter komið að vappa þessunni. Of eldar þetta örlítið og repíkar hana inn í miðjun aftur, fellur. Mozart kom með Alle núna. Alle ekki að eiga góðan leikandi í tenginu. Topp tengismók kominn, smókur framan á sjálfinu. Raflega að finna Viktor hérna sér í rassin á honum meðan hann ætlaði ekki inn mörder. Senni Lár, þetta gæti verið mjög gott. Raflega hlýtur að hugsa svona fyrir að fara enda bíða meðan hvert Viktor var að labba. Það hlýtur að vera, en núna Senni á jungle og það getur verið vesen, en Raflega finnur frakkja og hann hér. Blaster, næsti maður, allir búist við honum hér. Getur ekki verið. Svona, hann sá þarna nokkra leikmenn hoppa hana til og frá hann. Raflega með annað frakk, hann algjörlega að draga þessa kerru. Algjörlega Pandas í mjög góðri pósi hérna inn í rampinum. Mozart heyrist honum vel, það bara að taka Mozart niður. Hann á ekki séns í þetta, gleypir grensu og það Raflega sem með 4K sem krækir í fyrsta rándið. Já, heldur betur Raflega gjörsamlega með þá á bakinu. Þórsara gjörsamlega að draga það inn í þetta fyrsta ránd sem þeir fá hér. En peningur, það til nóga honum hinum megin. Ég kaup hér. Öll fröggin hjá Þór komið vappa. Já, og ein með grensu reyndar. En, þú veist. En hver er að telja? Hver er að telja? Þú. Já, ég Getur nú að sjá það. Klálega, reiknivél. Já. Frá 3 B-hús til að byrja með. Þetta fake. Já. Það smókur í stiga, það smókur fyrir jungle. Einn maður í rampinum, það Senni. Hann þarf að feika, þetta var 1 og bingo. Grensan kerir ekki neitt, Dabbe. Hann að fara yfir í vesenni hér. Já. Gott þetta upp samt. Peter með vappalínu en þeir hverfa frá þessu. Þetta double fake, Tommy. Peter, hún langað svo mikið að finna info hana. Hún langar ekkert meir en að finna info. Smókur fremst í B-hús, það geti verið ákveðið telltale. Greinar smókinn. Enginn þar, Viktor á vappanum hins vegar hinum megin. Ekki Mozart, Viktor. Mjög áhugavert. 50 sekundur eftir á klukkunni og ekkert. Það ekki HP búið að missast nema á Senni sem minnst 5 HP. Þetta mjög áhugavert randómi. Byrjaði að feika að fara 4 í B-húsið og bakka síðan úr því. Smókur á sjortið. Mozart í glugga gætt. Droppar hana niður. Þetta segir allt sem að segja þarf. Já, algjörlega. Og Raflega. Með Mozart, Raflega með þriðja. Hann bara allt of stór biti fyrir á til að eiga við. Næstu að finna frakkið hann Raflega, en Raflega aftur, Tommy. Hann með, hvað er hann með? 7 frögg í 5 ráðum. Já. Það galið. Allt á vappa. Nánast. Já, þetta galið. Sjáðu líka killinn Þórsmein. 10 frögg á Raflega, 2 á Dabba, 2 á Alla, 1 á Pandas, 2 á Peter. Þetta galið. Alle tekur double vappan í staðan fyrir Peter að þessu sinni. Þeir eru búin að finna uppskriftina að sigri og það þessi 2 vappi eða bara 1 vappi á Raflega. Já, eða bara Raflega. Það alveg nóg. Já. Það ekki vappa, það bara Raflega. MP9 bara. Farma fyrir Raflega. Þannig að Viktor og Blaster tóknir Molli á kassana. Peter vappan í glugga. Finnur bara kúlu í ennið frá Viktor. Þetta er sátt. Þetta er of elduninn. Raflega á AK. Hvað? Af hverju er það að breyta? Ég bara guðum á vita. Ég kalla bara tactical timeout og ég ætla að fá að ræða við Þór. Akkurat núna. Já, þetta er galin hugmynd. Sturlun. Látum Peter og Alle taka vappa á meðan Raflega í senastu 2 rándum búin að ná 7 fröggum á vappa. Nei, við tökum hann af. Tökum hann af vappanum. Þetta er of heitt. Þetta er galin hugmynd. Jæja, það er svo það er. Við erum bara kastir á Tommy, við vitum ekkert. Við erum konum með kontról á CPN. Við erum konur á sjálftið. Raflega með fyrst á AK en treytað beint út. Dabbi á back og hann vill ekki. Hann er að býða til strætó þessi. Hann vill komast í burtu. Ó já, Dabbi, núna finna frakkið þér á Blaster. Getur bætt í, gerir það ekki.
bara Seni og Viktor móti Alli og Pandas. Vita af Alle. Það er eitt flank að koma inn. Alli og verður að hitta þessu skotum Pandas núna alveg eftir hann komið bak B-hús. Já, sá hann eitthvað fyrst að klúra þessu skoti. Mjög svo dýrt nær frakkinu, næri! Ég ætlaði að Nær í frakkinu, þetta var aftur. Hefði hann náð frakkinu á bombuna, þá hefði þetta verið gríðarlega geranlegt. Já, ef hann hefði bara náð frakkinu strax á bombuna. Já. Þetta... Já, vissulega hoppað út og náði frakkinu. Ég skil samt ekki af hverju þau tóku raflega að vappa. Droppiði vapparum og raflega. Já, bara rakleiðis. Þetta er galnasta hugmynd sem ég hef séð lengi í CS. Líka Sigul píkaði CS2 í Sniper. Nei, við erum bara kasteratónir. Herri, ég er að fara að labba innan ring hérna. Þetta er ekki hægt. Seni hrifin af þessu. En Pandas sér við þessu. Blaster. Alli er bara að reyna að skjóta alla. Það er alveg saman hver að er rafli upp í ásinu með vappa. Ég er að skjóta hann. Já, aðeins láta vita á sér. Smókurinn feitar. Alli er ekki góður í stöfu þarna. Nei. Gefur henni sendingetun á Pandas hins vegar að grípa en hann sér tilbaka. Clever og Mozart núna 2 eftir á mótið 3. Clever að finna Peter. Sá rafli rótuða meður og Siki. Á grensu beint í smettið. Gerir það 68 hoppi á honum. Clever að hlaupa í bombu akkur núna Mozart framalega hérna við CPL. Ef það er rótið að gennum Sniper þá gerir það frábært. Þetta er eins og pósa sem að ég er mjög skeptískur á. Já, en Clever ætli Clever klírið þetta? Já. Raflega klírar Mozart allavega hana, þá verða... Ég vil svo Dabbe. Bara beint á Dabbe. Já, ég er bara Clever. Ég er bara Clever, hann er einn eftir. Já. Það er reglan. Já. Dabbe hins vegar... Plant er huge. Já, Plant er... Það er huge! Og ég er Clever. Ég ætlaði að segja það, Tómi. Ég ætlaði að fara að hæpa þetta aðeins. Mjög geranlegt. Einn leikmaður var kominn í market og hinn var dálítið djúpt á sjörtinu, þannig að hann hefði getað fengið þarna 3 1-1s. En allt kom fyrir ekki. Þið ándið fyrir Þór. Algjörlega. Það er búið að resetta vel peningin þarna fyrir Hött. 6-3 samt mjög ákjósanleg staða þarna termegin. Já, þetta er... Þeir eru búin að gera vel Höttur í þeirra hálfleik en miðað við hver staðan var þá vil ég að fá 8 ránd lágmark. Það er beint í palast. Mólinn hins vegar fyrir Alli og Pandas að læsa þessu í stökustu vandræði með þetta. Það er bróðuleg skiptingarna á A-leikmennina á fröggum Alli og Pandas með 2 og Rafli með síðasta 6-4. Það er samt sem áður ekki par góður peningur á til dæmis Seni og Clever. Það er ekki fullt belti af utility á Blaster, Viktor og 1 smoke, Mozart er á 3-6 kaupi. Hefði fyrst Plant hér og Mozart þarf til dæmis bara að sætta sig við Galil. Já, akkurat. Hopp og sí. Rafli hins vegar nær þessu hoppi, þráttur að reyna smoke, nær fyrsta frakkinu, nári að bakka á sjortið, repíkar, hittir Blaster. Hann er komið 3. frakkið núna, hann er alveg á eldi! Þetta er bara eins og Þorsteinn F í Dusty á hringnum, Tommy. Þeir voru með þennan leikmann í sínum herbúðum en aldrei leit hann svona vel út. Ó nei, Raflega loka þessu með 4. frakkinu. Hvað er að gerast? 17 fröggum, hann er gjörsamlega að toga þessa lest. Þetta er galið. Hvernig fóru Dusty að því að nýta Raflega svona illa meðan þessa frammerstöðu hérna? Góð spurning. Þetta er ákveð, já. Frelsið er yndislegt, segir Raflega þetta. Það er svoleiðis. Já, hann er bara komið bak til þess að þjóða til núna, sko. 1 ránd eftir í þessum hálfleik. Höttur er verð eiginlega að vinna það. Þeir eru allir 5 upp í B-húsinu. Grensar sjálfan sig fyrir 30 HP til að fá infóðið miðunni, en alltaf að sé það. Dabbe núna Blaster 4, 1 komin út, hins vegar 1
í jail. Það er Peter komið 2, eiga ennþá Dabba eftir, en hann er að hjálpa hér. Já, 2K á hann og Viktor glýpur grensu. Og með fyrir því að þetta var B alveg lokað. 1580 skaða. Hann er á vappa, Jón. þetta er galið. Já, raflega að standa sig svo frábælega, gjörsamlega. Elska að sjá það. Já, Alveg dásamlegt. heldur betur. En 6-6, hálfleikur. Mjög gott comeback hjá Þór inn í hann leik aftur. Það leit út til að vera bara EFH sjó að framan. Já, algjörlega sammála því og hér verða þær eiginlega að tryggja sig fyrsta landi því að Þór í terri sem eru ansi sleipir. Já. Síðan svona í gennum tíðina. Hér kemur smókur á æð fyrir tengið. Hérna held ég að þið fara inn í tengi og hoppa í gennum hennar smók. Ég ætti svona að giska. Já, bara hlaupasjórti. Já, bara hlaupasjórti. Nálega peldur hér að Viktori restina bruna upp sjórtið. Það eru 3 leikmenn EFH á B-inu. Þar á meðal Clever sem er búinn að finna hóp. Pítur núna aðleitn eftir á móti 4 og Hævis sem bætir í einum en ekkert mikið meir en það 7-6. Fyrsta rondin ekki að púsla saman fyrir Þór. Ó nei. Hér skját á Mozart. Mozart þarf eiginlega að skjóta sig svolítið í ganga núna. Já, það er eins og ekki hægt að tala um að hvor er betri vappin í þessum leik akkurat núna. Það er bara ekki einhvern veginn rifrildið sko. Bara ekki einhvern smá sko. Það er ekki svona rifrildið sko. Nei. En komið til að Mozart hendi gamla sokkinum í okkur hérna. Svo mikið af R8 sem hafa verið keiftar. Ég er ekki hrifinn af þessu sko. Nei, alls ekki sko. Ég skil ástæðuna en mér finnst hún ekki skemmtileg. Ég skil ekki einhvern ástæðan. Raflega eins og að finna Viktor. Mozart búinn að finna alla. Það er kannski erfitt að halda línu með R8. Þá er góður með tracking. Þá er R8 frábær fyrir þig. Já. En í öllum öðrum, já, bara öllum öðrum er hún léleg svo. Já, bara ég myndi ekki eins og kaupa, ég kaupi persónulega ekki svona deglu þannig að það er bara ég. Hann sér, já, auðfrakkað það fyrir Clever. Pandas að vinna Seni. Clever líka. Herru, R8, nýja meta. Hún er inn. R8 er inn. Sjáðu hvað rótillið á Blaster er langt. Hann er að koma inn á shortið núna. Hann er ekki með kick. Hvað gengur á? Pandas með R8. Hann vil loka þessu með R8-unni líka. Hann er með Famas sem að... Hittir beint í mark, 16 HP á honum. Þetta er svo mikilvægt að tapa ekki þessu rándi úr því sem komið var. Blaster nær að klóra þetta rándi baka. En guð minn almáttur, það mátti ekki miklu muna. Ég hefði örugglega spilað tíma að það en, já. Ég bara kasta. Já, það er bara svoleiðis. Nei, ég segi svona. Nei, það segir svona. Já, bara svona. Ég er allan að ákjósanlegt kaup akkurat núna í herbúðum Þórs. Það er AK á línuna. Peter verður líklegast að sætta sig við... Nei, hann var droppað á hann. Dabbi þarf að sætta sig við galinni þessu sinni. Ó já. Það er topp metasmókurinn eins og það sem er kastað. Sáum þetta ekki, minnum við, frá... Mozart sér eitt leikmann að krossa yfir. Mozart er... Ekki móli til að klíra út, þannig að hann smókaði bara snæper sjálfur. Komin í Palas, það er Alle. Reynir að finna eitthvað Viktor í stiganum með MP9. Þetta er mjög ákjósanlegt. Nei, hvernig hendur hann liðir á alla? Þetta var svo leiðilegt fyrir Viktor þarna. Þetta var skítuð skot. Blaster núna þarf að fara að bjarga málunum yfir á
CT-inu en Pandas með rífrækjana á Seni og þá Clever einn eftir. Það var svo sem ekki að koma þeim á óvart að þegar hann að spila á B. Nei, heldur betur ekki. Clever hann að halda lífi hérna aðeins lengi og hann getur bomban loksins á leiðinni niður. Það einn maður komin í kitchen. Hér á Pandas. Þetta með rífrækji gennum market og 8-7 staðan og í kjölfarið á því að senasta ránd sem að þeir voru að forsa með Diglur og Scout endaði með því að einungis Blaster lifði, þá peningurinn mjög slæmur hjá Hetti. Já. Uspur, Diglur. Herru, Tómi. Já. Fregnir úr Vega Ravík. Já. Vega vinna fyrsta mapp 13-11 sem Dust 2. Mapp 2 Inferno. Áhugavert. Já. Það hlýtur að vera Dust 2 pikki á Vega og Inferno pikki á Ravík. Já. Já. Viktor og Mozart hittir einn á daginn. Alli fylgir upp í rampinum og nær rífraggi á Mozart. Blaster, hann í Palace! Nær hann að gera eitthvað hér. Nær fyrsta veita trippul! En Alli nær sem betur fer að slökka á þennan eld. Þetta hefur verið svo típist Blaster play einhvern veginn. Var þetta hauskot? Jæja. Clever nær einu tilbaka og þá þurfa þær í rauninni bara að spila tímann. Þannig séð. Þetta vita sér hann í bak þannig að hann fara aðeins að pæla í hlutunum hér. Já. Vita hinn vinna á, tekur sér tíma en fellur í kjölfarið 8-8. Það er allt jafn fyrir allt. Já, þetta er allt í járnum hérna. Þetta er ekkert ves. Þór á kombaklestin akkur núna að sjálfsögðu var þetta force í senast rándi hjá EFH og þar að leiðandi ennþá að ströggla með peningin. Já, það verður brekka. Það er vesen að spila CT í nýja CS, sem á gamla líka, en í þessu MR12 þá er þetta ennþá verið vesen. 5 á aðinu. Já, Pandas ekki tilbúin að kíkja þannig upp. Þannig fyrir að skýta litt þarna. Já, köngul og spidey sensið sko. Já. Bakkaði leið, þannig að heyrir hann allt. Grensu heldur bara einnig á svona hér. Nær 2 röggum Viktor. Þarna Mozart nær loksins að fraka hann út. Ká í hendunar. 2 ákvar komnir í hendunar á Clever og Mozart. Já. Ég við ekki sá bara í Clever lifandi. En Bomba komið niður á B-inu. Vil fá búst upp á default eitthvað illt í hálfónum hann að greið. Já, þetta gekk ekkert. Nei. Og 10,5 hana. Strengi. Sko, harðsperrur. Ekki strengir neitt. Mamma sagði alltaf strengi. Strengir er eitthvað sem þú notar bara í hérna... Og gítar. Nei. Og fiðlur. Jú, svo sem líka. En hérna í... Hvað heit það? Handirði. Handirði? Handirði? Já, vá, einhver prjónamanneskja og myrð okkur hér. Hannirðar, ég held að það. Hannirðar? Já, veistu, ég bara held að líka. Já, hannirði. Yes, sir. Þór hins vegar prjónuðu þessi leið í 9. rándið, fremur auðvelt, en ég fá að halda einum AK Mozart. Þá komin í örlítið betri stöðu til að spara på pening fyrir Vappa. Þeir þurfa hann hér. Algjörlega. En sko þú er einhvern veginn bara ég sé fyrir mér ef að þetta ránd tapast fyrir EFH þá er þessi leikur eiginlega bara búinn. En sá Viktor að hann að krossa yfir pingið. Alli að leita henni fram með Dabbi eins og komin mjög svo framalega í tingi. Gæti verið að þetta Viktor hér sem að gerir. Viktor finnur frakkið. Skemmtilegt offangul og Viktor þarna. Vel staðsettur. Þar að leiðandi konum með opnun hér strax snemma í rándinu. Hún að nota mikið af rjútinu. Alli í gegnum smókin. Blaster ekki verið að leika með þennan mann.
Þetta svo Pítur að finna fraggi hérna á Viktor í djungulinu komin út hús. Það maður inni við viðbót sem Mósart finnur Pítur, gerði þetta meira, nei, Alli og Pandas finna fragginu og Clever einn eftir, hann á B-inu, hann í kitchen og hann langt frá. Jón, þetta versta staðan fyrir B-leikmann bara í öllum heiminum. Það allir búin að falla í kringu og þú stendur með bara þetta vesen. Hendurnar í vösunum. Buxurnar í vösunum. Buxurnar í höndunum, eða eitthvað? Já, buxurnar í höndunum. En svístig. Finnum fraggið á Pandas. Lár. Þetta geralegt. Já, hann með kitt. Það að vera ansi snöggur að þessu einn maður undir svölum og hann low. Finnur ekki fraggið á hann Alfreð Eló. Okkar allra besti, hann á afmæli í dag. Innsiklaði 10. rándi hérna fyrir Þórsara. Já, ég óskar hann til hamingju með þessa. Ég glemdi því. Já, bara innilega til hamingju með afmælið, Alfreð Eló. Alle. CS:GO. Já, ég vil eitthvað kalla það CS:GO. Já, þú veist. Hvað heitir svona dáinn guð? Dáinn guð? Já, eða svona fallinn. Þú veist. Já, nú veit ég. Nei, hann allavega Er eitthvað orð sérstaklega yfir það? Já, það eitthvað orðið. Ég veit svona eitthvað, eða kannski þeir bara að bulla, en hann allavega ekki CS:GO lengur. Það á hreinu. Já, hann er Fallen CS:GO. Já. Fallen from Grace eða bara... Já, líka. Spyrir hérna ekki viðinn, rísmóka, snæperinn. Þú voða passiv-aggressiv ammæliskveða hjá mér. Já, ekkert eðlilega sko. Það afsækjaði þetta alveg minn. Þetta átti ekki að koma svona út, en... Menn lifa, menn læra. Það bara þannig. En það ammælistringurinn sem hins vegar að komast hérna upp tengið. Blastir eins og nær Pítur annars staðar á mappinu. Alli komin lengst. Mósart sér þarna í skikkjuna á honum. Skikkjuna? Já, Alli er með ammælisskikkju. Hann er með ammælisskikkju. Hvað þú ekki svona ammælisskikkju það? Ég var alveg til í hana eins og all. Ammæliskórunu hef ég fengið það. Það er galið sko. Ammælisskikkja, new next thing. Jenny! Nei, Viktor! Þetta má ekki gerast, þú verður að finna þetta fraggið. En það getur mikið skada að sjá HP á þetta með reyða 10 í líf. Samanlagt. Vita af Mósart upp í Palace og vita að Clever spilar B. Ekki mikið sem getur greina hvað Clever getur verið að koma frá. En Clever finnur fyrsta. Það var bara einn maður og hann er fældur líka. Pandas hérna 10-9 líflína inn í þetta fyrir Hött. Algjör líflína. Höttur koma tilbaka hér með, já þetta var Tiklurandið sem að hitti beint í mark. Já, algjörlega. Mósart kom með vappan líka, þetta gæti púslað saman. Gæti gert það, heldur betur. Og við séum að Pítur er á rátta. Það var ekki til peningu fyrir Pítur. Nei, hann verður að stikka með ráttuna. Ég myndi hendi henni bara á Pandas. Já, það myndi ég gera einnig. Pandas er reyna eldri í rampinu það ekki. Viktor þekka niður í honum. Henni slemma í eldri. Stundum þetta ráttan sé bakki í rampin og reyna að ná. Nei, hann ætlar að fara í bíósið. Í bíósi. Pítur að... Ég ætla að reyna í Clever hér. Hann er tilbúið með smókin. Smókin er fullkominn. Vel tímasettur með að við hvar Þórsararnir eru, en þeir geta bara labba í gegnum þetta. Hann er ekkert að fylgjast sérstaklega með þessu Clever í vesinni. Vita honum, en eiga annar leikmann hinum inn á sætinu. Clever er að berga þessu sem það feldur hérna sem og Clever líka. Vesen. En 2-2. Mósart með línu á bekkinn. Pítur er þar. Það gæti endað illa. Engin bomba komið niður hins vegar alveg strax. Hún liggur á ekki svo ákjósanlegum stað en nægur tími eftir. Einn á shortinu. Bomban pikkuð upp. Þetta var eitthvað erfið. Æfinu hugsaði. Pítur og Rafle. Blaster finnur fraggi. Þá er Rafle inn á 1-2. Spammar hann öll í gegn. Veit nákvæmlega hvað Rafle er. Það nær fragginu. Engar skotur eftir í klippunni. 3 skot. Blaster
einn á móti einum, takkar aftur, smá spray aksjón hér, loskaptinn og þetta, það var single, 20. og 7. fraggið fyrir Rafle og 11. rándið í hús. Þetta ekki lægi, Rafle. Gjörsamlega ískaldu 3 skot í byssunni. Akkur að reloada? Því það bara eitt. Það er fyrir amatúrur. Þetta var galið, Rafle. Jæja, 11 Most ránd. insta kaupir Vappa, hann þarf heldur betur að vinna fyrir öllu sínu hér. Þetta betur. Reynir ekki eins og tímasninguna, aftur reynir hann að grensa smókinn og finnur fraggið. Peter liggur í valnum. Þetta var opnun sem við þurftu. Ef einhver tíman Mozart, ef einhver tíman sem við þurfum í gang, þá var það núna. Heldur betur. Repositiona yfir á CT. Viktor heldur smókinn í tengi. Das, jafnar í jörðið hér að Mozart. Þessu er Alli. Ammælistrengur búinn að finna 2 til að opna A-sætið, 3-3 núna. Doppelendri vita innum í tenginu. Viktor er að spila það með AK í höndum. Smókinn. Einn á shortinu en Viktor fellur. 2-2. Þetta eru svo góð trade sena, Tommy. Clever komin á CT. Verður. Og Rafle núna. Rafle. Gaurinn sem er búinn að vinna gjörsamlega allt til að hittir ekki þessu skoti. 7 í líf á honum og hann er felltur hér af Seni. 10 ránd komin á hött á móti 11 og Þór. Það er allt í hjálpunum hérna, Jón. Það er allt að verða bíl. Peningurinn á Þór erfiður í þessu rándi. Já, vissulega. Gætu þurft að fórna hérna rándi til að... Þetta er að fara, við erum að fara í öll 24 rándi, Tommy. Bara 100%. Það lítur þannig út. 100%. Lítur þannig út. Ekki nema Rafle fáið droppaðan AK og nammi. Þetta er hins vegar að sína seglu hér. Já. Sjáum hvað þið gera. Mikilvægt. Mjög svo mikilvægt fyrir Þetta er aftur á grensuna. Nei, hann þarf rótilega beint yfir á sítspúni síns. Nei, yfir á bíð. Þeir eru 2 og þeir eru báðir close. Smókur hér inn á midside, flussin fljúa henni yfir sæti, Viktor er að falla eða hvað? Nei, Viktor er einu, Blasturinn er einu, Blasturinn er 2, getur bætt í nær 3. Það var bara 1 maður eftir. Spilar hann þá smókinn heldur ennþá lífi og Blasturinn hann spila þetta svo vel, Jón! Hann á 3 í líf, Peter á 28 og er bara að liðast í sundur. Það er engin leiðin fyrir Peter hér. Nei, þetta er ógerlegt, algjörlega ógerlegt. Sko það þeir þurftu að kasta þessu frá sér. EFH. Það fór það. Seni með grensu fraggið og 11 og peningurinn, hann er ekkert til að bæta þetta upp. Þetta gæti verið 12. rándið. Ó, já. Kaupa inn í þetta ránd. Þetta þarf að vera eitthvað ansi beitt ránd hér frá Þór til að krækja í það 12. En þetta er upp á Höttur komist í guaranteed overtime og þar að leiðandi í last map decider sem er Núk í búðinu ef svo þarf loksins smóka þær út ekki lægt að bakka úr þessu, hann nær að lifa, nær að bakka en hér er Seni að falla, það er ekki gott shortið, fallið, þar að leiðandi hætta á B þeirra gamla aðeins yfir á B-ið EFH, 1,5 mörd 2 B-megin, 1 á A-inu, það er Viktor og CT smókur í tengið og glænir smókur þarna fyrir B-ið það hefur verið að plata á þeim á B-ið algjörlega Mozart kominn hérna yfir á shortið allt of fljótt hérna til að ekki sé einhver brögð í tabli Clever 3 sem að sitja inn í og Clever finnur fyrsta og þá hraðast allt upp. Það er bara einn maður sem er langt fremst og það er Alli, hann er að falla hér og þá er það bara Peter aleinn eftir kemur hérna í gegn, finnur ekkert og það er 12-11 fyrir Hött. Koma tilbaka hérna. Gránd eftir, það verður eitthvað forskaup mania hjá Þór akkurat núna.
bara kaupið einhver að fórna sér alli, keyptu AK og droppaðu hann að rafla og einhvern veginn 26 frögg á honum. Rafle, já, hann getur ekki verið ósáttur með þennan leik. Ó nei, alli líka 20 frögg á honum og þannig mátti ekki miklu buna. Peter frist ekki eftir henni genið smókinn, það bara engan að finna. Nei, því miður fyrir Peter, engan að finna þar. Blaster spilar aðeins eins og herfóringi. En ég hef bara ekki átt með á því hvað ég vil gera úr svondi, það bara gamla góða upptengi? Þríhyrningsvörn þarna á A-inu. Já. Og hafa verið mjög duglegar að rífraka. Viktor opnar þetta. Pandas liggur. Senni hellir þetta á sjortinu enn og aftur. Já. Það gæti verið opnunni sem þið þurftu. Eitt komið þá í CPL að Rafle er að hoppa í snæð. Þetta var fallegt hjá Viktor en Peter með rífrakið úr Palas. 3-3, Clever heyri mögulega í mannunum í jungle en hér hann liggur alltaf á Blaster sem undir svölum. Hann verður að gera sér risastóran inn í þessu rándi. Mozart hittir ekki fyrsta skotinu og hér. Blaster finnur ekki frakkið. Nú er þeir 2 móti 2. Bomban að fara niður hér. Riflar á 2 leikmönnum hér. Clever, Mozart að ríteika með vappa. Clever búinn að vera allt í öllu. En ekki núna. Mozart 1 eftir á móti 2 og það er overtime, Jón. Það nákvæmlega svoleiðis. Miraz að gefa enn og eftir OT í Miraz. Höttur á móti Þór. Þvílíkur leikur, Jón. Þetta er ótrúlegt. Já, ekki orð. Þetta er galið. Þetta er búið að vera raflega sjó hérna bara í gegn allt þetta mapp. Og við fáum bara meira af því, takk fyrir Pent. Blaster alveg gjörsamlega grandaði þessu rándi þarna undir. Mjög áhugavert það þú múst að benda á hér. Mark, Henn og Rafle að sjálfsögðu þá byrjar Hann er að hlaupa tengi. Já. Það er einu sem kemur til reyna. Hann er bara að fara að askvaðandi í tengið þannig að hann Rafle eða upp shortið eða eitthvað. Nei, tengið verður að Blaster að fara að fá hann í ennið. Nei, hann hoppar upp í klukka. Það er Viktor tilbúinn að taka móti sig. Hvað? Nei, býst ekki við þessu. Rafle búinn að finna frakki á Viktor. Sér einn upp á en Blaster komið niður akkurat nú. Peter skýtur á lítið. Flott skot hjá Alle á Senni og enn og aftur Senni fallinn. Einn eftir upp í bíósinu. 2 á A-inu. Vappi inn á og Blaster close í rampinum. Það finnur ekki þarna en hér er hins vegar Blaster að falla fyrir Dabba og það er maður á default. Það er Mozart og hann er felldur og það er Clever 1 og yfirgefinn á móti 3. Hann verður bara að halda byssu, Tómi. Eða ná byssum af Þór. Já, hoppar þetta upp í snæper. Þess að játnuð er ekki brotið, hann getur ekki farið þar í gegn. Alle finnur frakkið. Ég skil pælinguna vafalaust. Þú veist, þegar þú CT, þú kaupir lítið armor, býst við að AK sé hinum megin. Á með 2 flush, Mark 10, stóran armor, hleypur upp í snæper og nær auðvöldu frakki á leikmann sem er líklegast með lítinn armor. Þetta er skemmtilegt, ég fíla þetta. Þetta var skemmtilegt play hjá Rafle. Búinn að vera gjörsamlega á eldi í þessu leik og sko allir náttúrulega búinn að vera frábær. 25 frá honum, glemum því ekki sko. Double entry á alla á A-sætinu í þessum terrorleik. Það hefur verið stórfenglegur. Betur. Blaster hinum meginn sitja á 22 og 20 fröggum. Rafle hleypir þess að kannan alveg. Hvað? Þetta, já. Kameldýr á Everest þarna. Hann vissi ekkert hvað hann var. Skil þetta ekki alveg. Viktor hins vegar að finna Peter hérna. Mikilvægt fræk 4 á móti 4 núna. Sem á er Lár. Lár í kjölfara á þessu. Senni. Að falla ódýrt trekk í trekk. Sýnir sig ekki frá bíósinn hins vegar. Smókur aftur. Ávarðinni bíósið lætur vita að sér og bakkar í kjölfara á því. Þeir eru ennþá að halda pósum aðna í top mid. Alle ætlar í undirpassið og þetta svona lyktar eins og eitt annað A-hit og við tökum eftir vörninn. Það er einn alltaf mördir og einn
mjög djúpur á já. AN-u. Eiginlega bara inn á ticketbúðinu með vappa. Þetta já. Gamla góða Law of Bogdan líka, þar sem Mozart droppar vappanum á Viktor, þar sem hann á 10 HP. Já. Utility beltið á Alle heldur betur að nýtast núna. Bassi CT, Viktor hins vegar ekki blindur, enginn búinn að krossa inn á side. Þið þurfi ekki að krossa inn á side. Hérna Viktor, hittir ekki þessu sko, þeir Alle að finna Viktor Mozart þegar það fljótur að rífrakka bobban leiðinni niður núna, plant fyrir short eða tengi. 3-3, ætlar að róta þetta öðrum leikmanni yfir á CT-ið. Pandas ætlar að spila upp á trippul. Finna einn. Droppa þetta niður, þar kemur hinn leikmaðurinn Pandas með Seni og þá er Clever enn og aftur einn á móti einhverjum frítt frakk hins vegar og Rafle inn í tenginu, vappi í höndunum en hann klikkar ekki skoti, 29 frögg og 14 ránd fyrir Þór. Þetta er gjörsamlega galið, Rafle klikkar ekki skoti, bara það gerist ekki. Hann er eiga einhvern svakalasta leik sem mann eftir bara. Það er nákvæmlega þannig, peningurinn hins vegar ekki búið 10,5 hjá EFH, eiga nóg fyrir kaupi hér, búin að tapa 2 og það væri algjör dauðadómur ef að Þór ná 3 í röð hér. Það verður ákveðin brekka. 16 er sjálfsögur höfður að tala. 16 alveg með buxurnar á hælunum þarna, Seni fellur enn og aftur, Peter með Mozart, það er uppgjafa fnikur af þessu. Það er eitthvað svona ekki alveg tilbúinir í þetta pace hjá Þórsmönnum núna, Clever og Viktor 2 eftir og þetta ránd er bara búið, Tommi, það er bara ekki fræðilegur að þeir eigi séns í þetta. Ok, Clever að finna Peter 4 á móti 2 núna, Viktor feldur, Clever þarf að eisa til að þeir eigi séns í þetta. Já, það mun reynast þrautinni þyngra, sérstaklega með þennan leikmann að spila, þegar hann hefur verið að spila Clever. Vita hann núna á Seni, hann er stinkaður 5 sinnum ábyggilega af Pandas og það er 15-12. Já, þetta er áhugavert. Einu rándi frá því að tryggja sér 2-0 sigur á móti Hetti. Heldur betur. En já, þetta verður brekka, Tommi. Þurfa 3 ránd í röð EFH. Bara til að tryggja sér annað overtime. Það er marathon sem að þetta reynir ótrúlega mikið á mentality. Já, þetta gerir þannig að en það er bara verða að gera það hér. Duga að drepast höttur. Við vorum að búast við þeim í þriðja sæti í deildinni, er að tapa 2-0 hér á móti Þór. Það er galið, Tommi. Algjörlega, sérstaklega í þeirra map-picki eru að sjálfsögða að spila frábæran CS hérna, en er að missa þetta frá sér hérna á loka metrunum eða hvað. En þá sjens. Rafle að leita af 30 bombu hér. Situr á 29 fröggum. Heldur betur. Mikið stress í högt akkur núna. Já, enginn vill gera mistökin. Enginn vill vera leikmaður sem fellur hér fyrst. Þannig gerast þau verstu mistökin og hér Alle að finna fyrsta mannin. Það er Viktor, kemur treytið, ekki nógu snemma. Loksins kemur að það er Seni af öllum mönnum að finna rífrakið. Já, Pandas á eftirlunni núna, spila rampinn, Mozart með vappan, doubleswinga það Rafle með 30 bombuna og þá er Mozart í vesinni, hann fellur og þá er Seni og Blaster 2 eftir að reyna að bjarga þessu rándi. Snúa þessu við. Það verður helvítis vesen hér, Tommi, 2 á 3, gera 1 á 3 og það er Seni maðurinn sem er búinn að vera svona minnst í talunni hjá okkur í þessum leik og hér er hann að falla 16-12 staðan fyrir Þór, 2-0, Tommi, þú er rétt fyrir þér. Já, það er stundum sem maður hefur rétt fyrir sér en þarna, sko, Anubis leikurinn, hann var skemmtilegur. Já. Heldur betur. Þetta var alvöru skemmt. Þetta var bara sennilega eitt sturlaðast maður sem ég hort á í deildinni svo far. Já, ég verði að vera samanlægir. Við erum alltaf bara að horfa á alla leikina út í gegn og ég held að þetta hafi verið mest bara entertain, bara skemmtilegt kort af CS. Já, heldur betur. Þetta er líka bara höttur að byrja, þetta er 6-0. Nei, 5-1. Já, þetta var eitthvað staðar 6-6, hálfleikstölur. Já.
ég sá fyrir mig bara, ok, Höttur ætti að vera með þetta. Já. Heldur betur ekki. Nei. Heldur betur ekki. En, sko, þurfum við að ræða Rafli? Sko, hann var augljóslega maðurinn í öllu hjá Þór. Ef að Rafli hefði ekki verið inn á, ég ætla náttúrulega að minna á það, fyrstu 2 rándin sem að Þór náði, City megin, það var 4K og 3K frá Rafli. Já, og í rándinu þar á eftir, Rafli, kóttu með hann að vappa, hendur á AIK hérna. Galið, sko. Ég skil ekki. Sko. Og það var sko Peter að jigglepíka í Sniper sem að var með vappan fjall fyrir 2 AK-um onni miðju. En þú veist, samt sem áður, vinna leikinn, bara til hamingju Þór, en ef við rýnum örlítið í svona Mirage, hvernig hann spilaðist og alveg út í gegn, þetta var bara reypitóið, gamla góða. Heldur betur, og kannski svona frekar lakklöster svona hjá EFH fannst mér einhvern veginn, mér vanta meira af þessum, ég veit ekki, hroka mögulega, in-game hroka hjá leikmönnum eins og Mozart. Hvar var hann? Hvar var að hoppa upp á shortið frá Sniper og ná í opnunarfrögg? Hvar var að fara í undirpassið að reyna á fröggum? Hvar var að pússa upp miðju? Blastir á aðinu vissulega, var að spila framalega, var óhrættur við að pússa niður. Það vantaði, eins og þú segir, ég skal vera sammálaðið þar, að ok, við ætlum bara að setja pressun á ykkur. Já, það þurfti að gera eitthvað þarna en gerast ekki neitt, það var enga breytingar og það var, veit ekki, ég kallaði eftir, ég veit ekki, það var einhvern veginn of mikill ægi í City. Já. Er ekki hræddir að tapa? Manstu með þess að eftir því þegar þeir voru minni með 3-3, gott ef ekki. Þeir lappin á A-sætið eiginlega frítt, vappi á City og M4 á City og 1 á B-inu. Þeir voru ekki tilbúin að taka fætina. Þeir ætla að taka retake á A. Já. Það var mjög seint í leiknum. Já. Þetta er bara vondar ákvarðanir ofan á vondar ákvarðanir. Þetta var svona eins og við vorum að spila til að tapa ekki. Já. Ekki spila til að vinna. Sem að kemur alltaf óvart út því að við höfum verið að tala þennan kjarna oft sem bara eitt besta Mirage-lið svona, fyrir utan svona elítuliðin sem hafa verið að spila í gennum tíðina og klálega þú partur af þeim kjarna á einum tíma. Þetta er ekki svona dýnamiska liði sem við höfum verið að sjá í gennum tíðina. Men það vantaði púsinn City megin hjá EFH þarna. Það vantaði eitthvað aggression í City. Þetta var voða bara svona default-ish alltaf, spiluðu frekar A-heavy, frekar en B-heavy og pússiði miði, prófið, pússiði B-húsið, saman bara 2 upp B-húsið venjulega, eða undir eða bara eitthvað, gerið eitthvað. Það vantaði. Sáum samt Clever, hann átti töluvert betri leik, en yfirleitt í bara glötuðum stöðum, 1-2, 1-3, 1-4, sem er mjög erfitt að executa, 23 frögg á honum ef minnig. Mozart kölluðum hann út en hann gefur mann það, hann stóð sig ágætlega Mozart, en hann var ekki þessi stjarna sem við erum kannski að búast við. Nei, það var augljóslega MVP-in í þessum leik, eða ekki? Það er bara Rafli, bara skrifað hérna efurst uppið, sko. Já, hann var gjörsamlega allt í öllu, það var 30 bombar, 31 fragg held ég í endan og bara stórfenglegur í alla staði og þetta við getum ekki hamra nógu mikið á því, við erum búin að sjá það í 2 leikjum núna á móti bara mjög góðum liðum, sérstaklega liðum sem eru með annan dominant vappa og hann er átfragga á. Algjörlega. Og líka, sko, sérstaklega í Mirage så sjáum við alla gjörsamlega á eldi. Já, á riffil. Og hann ámældi það, til að mikið með ammælið, Alli. Já. Alfred Elo, oft kallaður. I love that. I love that. Yes. Frábær leikur, ég ekki búin að fá loka tölur í Dusty IA, en við eigum hins vegar, fáum kannski bara dagskrá þessara viku aftur upp, þannig að við getum mynd fólk á hvernig útsendingarleikirnir verða á 5. Þannig að svo Ármann á móti Kano. Kano, töpuðu sínum fyrsta leik á móti Vega og Ármann sigruðu sinn fyrsta leik á móti IA. Spennandi leikir báðu 2 og þá fáum við að sjá vonandi smá redemption hjá Kano og Ármann vonandi að sína aðeins meira dísilvélina, aðeins hraðar í gang. Já, vonum það ennilega. Já, það er nákvæmlega þannig. En þá held ég að sé bara ekkert annað í boði, annað en það.
Takk kærlega fyrir að horfa. Þetta var frábær leikur sem þið fengið að horfa á. Þið getið horft á það í bestu gæðum mögulegt í sjónvarpi Símans en hérna úr stúdíunni í Arena. Takk fyrir okkur í kvöld.